Komið sæl og velkomin í landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Þórunn Egilsdóttir sem þingmaður Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi og því að þú ert líka formaður þingflokksins, vertu velkomin. Já, takk fyrir það. Það halda margir að þingmenn fari bara í frí þegar þingið slitið, en það þannig? Nei, það ekki alveg þannig. Það náttúrulega mikið að gera að sinna kjördæminu og fara svo eru ýmis nefndarstörf, við erum í alls konar vinnuhópum og starfi sem við þurfum að sinna fyrir utan þingfundina og tíminn notaði til þess líka á sumrin. Þannig að það ýmis horn að líta þannig lagað? Já, og það eru símtöl og tölvupóstar á hverjum degi og fólk áttar sig ekki á því fyrir það með mann einhverja daga hvernig það í rauninni. Þú ert varaforseti þingsins líka, fjórði ef ég man rétt. Sú mynd sem að dregin upp af Alþingi og hvernig þingmenn starfa, hún nú stundum ekkert upp á svona marga fiska. Nei, hún ekkert sérstaklega skemmtileg. En ég vil meina hún sé ekki alveg rétt af því að þarna inni margt gríðarlega gott fólk. Þetta skemmtilegu vinnustaður. Það margt vel unnið og vel gert. En einhvern veginn það sem kemur svona út á við, það virkar svona, því miður. Og ég svo sem kann enga skýring á því. Kannski má leita henni að ykkur hjá okkur og vissulega má gera það. En þetta ekki mín upplifun á þessum vinnustað. Traust landsmanna til löggjafa þingsins, Gallup hefur kannað þetta með reglubundnum hætti svona í gegnum tíðina. Það heldur ekkert of mikið traust landans. Nei, því miður, þá það ekki. Og það svona örugglega hægt að leita skýring á því víða. En og það einhver leyti það ásýndin sem kemur fram. Við erum að leggja núna áherslu á vandaðri lagasetningu, það má vissulega laga það, við þurfum að bæta okkur í því og sú vinna í gangi. En ég veit ekki, þetta ekki að gerast líka með bara breyttu fjölmiðla umhverfi fólk hefur aðgangað öllu beint og það eru beinar útsendingar hér og þar og svo getum maður bara látið vaða á netinu þar sem mann dettur í hug á þeirri stundu. Ég veit það ekki. En þegar nýjir þingmenn setjast á þing, þegar þeir eru spurðir sína upplifun eftir fyrsta árið, þá nefna þeir einmitt þetta hversu mikið starf unnið innan þingsins og fjölþætt. Já, og það bara alls ekki sýnilegt. Fólk sér kannski bara á dagskrá þingsins, horfir á sjónvarpið, fundur byrja klukkan 3 á mánudegi og 3 á miðvikudegi. Þá erum við búin að vera á fundum allan morgunni. Það eru nefndafundir og það eru þingflokksfundir og skipulagsvinna. Þeir byrja iðulega klukkan 9, stundum fyrr og stundum seinna. Þannig að þetta eru langir dagar, já. Og skemmtileg vinna sem á sér staðið í nefndunum og fyrir utan þingsalinn, mjög skemmtileg vinna. En þitt starf sem formaður þingflokksins, það kallar á formannafundi, minnst ákosti veit maður? Já, vikan byrjar alltaf á þingflokksformannafundum og fundum forseta líka með forsætisnefnd til að leggja upp vikuna, hvernig vinnulagi verður og hvernig það skipulag Það eru fastir fundir, en svo eru iðulega fundir þar fyrir utan miklir og tíðir á sömum tímum, eins og þegar líða tekur að þinglokasamningum og ýmsu svona eða þinglokum. Þitt kjördæmi sem að þú starfar fyrir Norðausturkjördæmi, þetta gríðarlega víðfemt kjördæmi og þú þarft að vera í góðum tengslum við fólkið? Já, það grunnurinn að þessu starfi. Að vera í tengslum við fólkið og vera í sambandi og fara og hitta fólk. Öðruvísi tel ég ekki hægt að sinna þessu starfi. En fólk verður líka aðtúa það að það nær frá Djúpavogi og norður á Siglufjörð og það krefst mikill að ferða. Svo bý ég á Vopnafirði sem vissulega í miðju kjördæmisins en þá ég ofta að nota helgar og frítíma frá þinginu til að fara kjördæmi. En það algjörlega grunnurinn að starfinu að vera í góðu sambandi við fólk og ég hef lagt mig fram að vera það og svara erindum og símtölum bara sem mér best unnt. En þessi umræða sem að skapaðist í fyrra í lok ársins ef ég man rétt kostnaðinn, ferðakostnað þingmanna, en samt sem áður þá vilja nú líklega flestir að þingmenn séu í góðum tengslum við fólkið. Já, ég finn ekki annað. Fólk bara mjög ánægt með það og það kvartar ekki þegar við erum að koma og það ákall það. Við erum beðin að koma og mæta mjög víða. Til dæmis í júlí núna þegar á að heita að við séum í fríi, þá okkar vænst víða í kjördæminu til að taka þátt í því sem fólki að gera. Og það líka það sem gerir þetta starf svo skemmtilegt.
að vera í tengslu við fólki og fá að upplifa allt þetta skemmtilega og góða sem að gerast. En lýðræði kostar og ef við ætlum að fara að horfa í þetta, hvað þetta kostar, þá þurfum við bara að fara að hugsa hlutin eitthvað upp á nýtt. Eigum við þá ekki bara að hafa alla þingmennin í Reykjavík? Er það sem við viljum? Einhverjir vilja það, en ég held að það sé ekki þannig á heildina. Fannst þér á stundum að umræðan svona, hún væri ósanngjörn? Já, fólk var kannski bara ekki alveg nógu upplýst og var að taka einhver tilvik sem var lýst ekkit öllu. Þetta er bara alveg skýra reglur á þinginu og ég veit ekki annað en að við höfum öll verið að fara eftir þeim. Ég nota alltaf bara bílaleigubíl þegar á vegum þingsins og það er engin vandi að sjá hvað ég er að gera og legg fram allt varðandi það. Ég fer heim til mín líka og það kostar. Ég bý hér megin á landinu, ég er nú sá þingmaður sem erfiðast með að komast heim oft. En þegar þú ert að ferðast þitt kjördæmi og ræða við fólk, færðu alveg að heyra það frá fólki? Eða er það að spyrja spurninga og afla sér upplýsinga? Er fólk innlegt við ykkur þingmennina? Já, það held ég að sé í flestum tilfellum. Auðvitað kjósa sumir bara þegja og nenni ekkert að tala við okkur. Og það fer þá eftir í hvaða flokki þú ert eða hvar þú stendur svoleiðis. En jú, fólk er alveg í sambandi og það eru til dæmis fólk í sveitarstjórnum og sveitarstjórnarstiginu og fólk í forsvari fyrir ýmsar stofnanir eða fyrirtæki. Það er ekkert að horfa í það í hvaða flokki, það horfir bara á þingmannina sína í kjördæminu. Og það eru fjöldamörg mál sem að við þingmannahópurinn í þessu kjördæmi sameinumst að ýta áfram og vinna að. Þannig að það hefur verið okkar styrkur hér og ég er mjög ánægð með það starf sem hefur verið hérna í þessu kjördæmi. En að taka svona samtalið við fólk, það getur nú á stundum verið snúið? Eða? Já, það getur alveg verið það. Það getur alveg tekið á. En ég er bara gott af því. Það er bara hressandi og þá getur verið að taka einhvern silkihönskum á okkur. Við erum í umboði fólksins og eigum að ganga þeirra erindi og vera í þeirra umboði að vinna málum áfram. Þannig að það er bara bráðnauðsynlegt að fá að heyra það stundum. Og þá er nauðsynlegt að hlusta á raddir fólksins. Já, ég held það er það allra mikilvægast í þessu starfi, að gera það. Þetta er umboð sem við fáum. Við erum í umboði fólksins. Ég líti á þetta sem þjónustustarf, þingmannshlutverkið. Og það er bara tímabundið. Ég fekk umboð til þess núna og þá verð ég að leggja mig fram að vinna í umboði míns fólks. En atvinnulífið, þá svona getur það stundum verið svolítið snúnara að taka samtali við atvinnulífið eða hvað? Já, ég meina það eru ákveðna byggðir sem eiga undir högg að sækja og það hafa verið að veikjast byggðir hérna í okkar kjördæmi ef við tölum bara það og við þurfum að huga að því. Sterkt atvinnulíf er mjög mikilvægt, þannig að jú, auðvitað getur það oft verið erfitt, en það er líka svo margt gott og uppbyggilegt sem er að gerast að það er alveg aðdáunarvert að sjá hvað fólk er að gera. Svona áður en viðtalið hófst þá leit ég á samstarfssáttmála flokkana fyrir þetta kjörtímabil og það er sér kafli byggðamál og ef ég man rétt þá er fyrsta setningin, hún er eitthvað á þá leið að flokkarnir þeir vilja stuðla að því að landið allt haldist í byggð, blómlegri byggð meira segja held ég hafi staðið. Þetta er svona svolítið opið en samt sem áður þó nokkuð stór yfirlýsing. Já, hún er stór en hún er líka alveg gríðarlega mikilvæg. Af því ef við ætlum að nýta kosti þessa lands og byggja það allt, þá þurfa allar byggðir að vera blómlegar og sterkar. Og þær verða ekki sterkar nema við höfum góðar, greiðar samgöngur, fjarskiptin sé í lagi, þannig að atvinnulífi geti dafnað og fólk geti sett sér niður hvar sem að því hugnast. En ríkisstjórnin hefur líka alveg sýnt á spilin með það að þetta er það sem við ætlum að gera. Og ef við komum að samgöngumálunum þá eru þau náttúrulega grunnurinn að þessu öllu saman. Og við erum langt komið með að netvæða allt landið. Það hófst á þar síðasta kjörtímabili og það sér fyrir endan á því verkefni núna. Þá getum við fara að tala um störf án staðsetningar og svo margt sem við höfum að tala um svo lengi en hefur ekkert verið raunhæft og ekkert verið hægt að sinna eða í rauninu horfa á sem raunhæfan kost. En bara þess að þetta orðalag að landið allt haldist í blómlegri byggð en þá verður nú samt sem áður alltaf þannig að það ekki að ein byggðin hún gefur eftir svona einhverju vegna. Jú, ég held að það sé bara
eðlið í mannlífinu, það bara gerist og það eru breyttar áherslur, það bara breytt viðhorf fólks til ýmissa hluta, þróun í atvinnuvegum, þróun í fiskvinnslu, þróun í veiðum og öðru slíku, hún hefur vissulega áhrif á þetta allt saman. En þetta þá að viðhalda byggðinni og að fá ungt fólk eða ekki fá, skapa þannig aðstæður að ungt fólk það kjósi að búa hvar sem á landinu, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. Já, ég held að hluta því sé að við förum að tala okkur svolítið upp á landsbyggðinni, ekki að vera að tala okkur niður. Það eru mýmörg tækifæri sem við höfum og fólk þarf að sjá möguleikana. Ef við erum alltaf á neikvæðunótunum og tölum allt niður, þá getum við ekkert búist við því að unga fólki segja, já, nú ætla ég að fara heim og nú ætla ég að fara að gera eitthvað sniðugt. Við þurfum að tala okkur líka upp. Við megum ekki halda áfram að tala okkur niður, höfum við verið að því. En það gerist ekki nema við höfum innviðina, grunninnviðina nógu sterka og getum verið stolt kynnt það. Og þá bara eins og ég kom á, þá verða samgöngunar að vera í lagi, netsamband og allt þetta þarf að virka. Það grunnurinn að þessu öllu saman. Ungt fólk það hleypir heimdraganum, það fer í háskólanám til Akureyrar eða Reykjavíkur eða útlanda, en að fá fólkið aftur. Eru til einhverjar leiðir til þess að fá fólkið aftur til dæmis í gegnum lánasjóð íslenskra námsmanna eða skattakerfið? Já, við Framsóknarmenn höfum verið með þær hugmyndir og ég vona að við náum þeim fram, þannig að það verði hægt að hafa einhverjar ívilnandi aðgerðir á ákveðin svæði og það þegar þú hefur lokið námi að þá færið eitthvað sérstaklega ívilnun eða jafnvel niðurfellingu eða eitthvað breyting á greiðslum, fara á einhver ákveðin svæði ef við ætlum markvisst að byggja þau upp. Og mér sýnist það geta verið alveg færi leið. Sérðu þetta jafnvel gerast, að ríkisstjórnin ákveði á kjörtímabilinu einhverjar slíkar niðurgreiðslur eða innkomu? Mér finnst það bara alls ekkert útilokað. Nú bara verið að vinna þessu undirbúningsvinnu og það eru ýmsir hópar í gangi. Það alltaf hópanir, en þeir hljóta að fara að skila af sig, þannig það vona ég svo sannarlega að verði og byrja vikla múni við það. Þú talar samgöngukerfið áðan að það væri hornsteinninn á margan hátt. Þú ert einmitt formaður samgönguráðs sem að gegnir mikilvægu hlutverki í þessu öllu saman. Já, samgönguráð, það leggur grunninn og drögin upp fyrir samgönguáætlun og leggur í rauninni grunnina henni fram. Í samgönguráði situr fulltrúi ráðherra, sem ég í þessu tilfelli, fulltrúa frá forstjóri Vegagerðarinnar, Samgöngustofu og frá Isavia. Og þetta hefur verið mjög skemmtilegt og gefandi starf. Við erum búin að fara allt land með fundi, hitt fulltrúa allra landshlutasamtaka og flestra og mjög margra sveitarfélaga og hitt fulltrúa frjálsra félagasamtaka og fullt af hópi. Þetta mikið samráðsferli sem búið að eiga sér stað. Það eru alls staðar æpandi verkefni og allir eru með mikilvæg verkefni sem þarf að leggja á borðið. En það alveg stórkostlegt að finna það að fólk alveg meðvitað það að við gerum ekki allt í einu. Það eru svakaleg verkefni. Við stöndum fyrir alveg fram að risastóran skafla bara vegna þess hvernig ástandið hefur verið. Við höfum gert of lítið. Núna erum við að bjarga verðmætum í rauninni. Leið og við þurfum líka að horfa til framtíðar. Þannig að það bara mikið að gera og en mjög mikilvægt og ég held að þetta sé mesta og dýrmætasta fjárfestingin sem við getum farið í, það að hafa samgöngukerfið okkar í lagi. Hvar stendur ykkar vinna núna síðan gerið þið þá tillögu samgönguáætlun þingsins ef ég skil þetta rétt? Já, samráðsferlinu semst lokið sem lauk með samgönguþingi í síðustu viku sem var bara vel heppnað og vel sótt. Þannig að samráðsferlinu lauk með því. Nú þetta leita að birtast inn á samráðsgáttunni drög að matsskýrslu og ýmsum verkefni sem eru núna framundan. Það verið lögð fram svo 15 ára áætlun
fyrir þingið og svo 5 ára verka áætlun í haust. Þannig að það sumarið bara núna í því að vinna þessa áætlun og vinna þessa skýrslu og þessa þingsályktun sem að fer svo fyrir þingið í haust. Sérð þú sem sagt fram á að, þá bara á næsta ári segjum og að það verði verulega spýtt í hvað varðar vegagerð? Já, það verður það. Ríkisstjórnin búin að sýna strax á spilin, gerða strax eftir 2 milljarða aukalega áramótin til að setja inn í viðhald og þjónustu. Af því að við megum ekki gleyma því heldur að þjónustustigið hefur hækkað svo mikið hjá okkur. Kröfurnar okkar sjálfra eru orðnar svo miklar. Við erum miklu meira á ferðinni heldur en við vorum hérna bara fyrir nokkrum árum. Það er ekki bara ferðamennirnir, það eru líka við sjálf sem erum að nota vegina meira og erum líka á ferðinni. Svo komu 4 milljarðar aukalega núna fyrir sumarið til að fara í viðhald á vegum. Af því að eins og ég sagði áðan, við erum bara að bjarga verðmætum og það mun hjálpa okkur svo inn í framtíðina einhverju leyti. En alþingiskosningar, það eru svona tiltölulega ný afstaðnar og þá voru nú aldeilis gefið svona kosningalofvörðin, getum við sagt, þetta loka þegar við að taka ákvörðun í hvaða kafla verður nú farið, það pólitík. Já, það að hluta til mitt. Já, en við þurfum alltaf, það er alltaf efst uppi í allra ákvörðunartöku það öryggið er alltaf efst. Við verðum alltaf að horfa til öryggisins, það er það mikilvægasta sem við leggjum upp með. Það allt land þurfum við að fara í framkvæmd þess vegna. Við erum með takmarka fjármagn, við förum ekki í allt í einu, við vitum það, hvernig það er. Það þarf að horfa líka til byggðasjónarmiða og margra annara þáttar sem við þurfum að horfa til. Við getum alveg sagt, við skulum bara byrja hérna megin á landinu, ef við ekki bara byrja á suðvesturhorninu, hvenær komumst við þá út úr því? Það svolítið langt í það að það fari þá eitthvað að gerast hérna að Borgarfjörður eystri frá í þá sæmandi veg. Það 2018 og það byggðarlag sem býr við ónýtan veg. Við erum náttúrulega ekki sátt við það. Og það ýmislegt sem þarf að gerast á austurhorninu, Vestfjörðum og víðar sem aðkallandi. Þannig að við þurfum líka að horfa á byggðasjónarmiðin og hvernig við erum að styrkja byggðirnar með þessu. Af því að lélegir vegir eru farnir að standa mörgum byggðum fyrir þrifum. Og það ekki ásættanlegt. En bara svo ég nefni það að við erum svo langt frá því að vera búin að byggja upp vegakerfi okkar alltaf. Það innan við 50% af því með bundið slitlag. Þannig að við eigum dálítið langt í land með það. En við eigum bara að vera bjartsýn og við höldum áfram. Við þurfum líka, eins og ráðherra hefur minnst á, við þurfum að hugsa upp aðra leiðir, fjármögnunarleiðir, vera opin fyrir þeim til að koma verkefnunum áfram og koma samgöngukerfinu í þetta far sem við viljum hafa það. Og þá ég bara að tala um vegina. Þá eru þetta flugvellinir og hafnirnar og allt sem líka gríðarlega mikilvæg þáttur. Sérðu það fyrir þér að það verði farið þessi gjaldtökuleið? Já, ég býst alveg við því, já, að það verði. Tölum aðeins næst flugsamgöngurnar fyrir alþingiskosningarnar, það hljómar svona ósköp ágætlega í eyrum kjósenda fara á skosku leiðina. Sérðu það fyrir þér að innanlandsflug verði jafnvel að einhverju leyti niðurgreitt? Já, það sé ég alveg fyrir mér og við förum að sjá fyrir endan á vinnu sem í því að fara að fá tillögur í þeim efnum. Við vitum alveg við sitjum við mjög misjafnar aðstæður þegar kemur að þess að ná okkur þá þjónustu sem okkur ber. Það ekki hægt að hafa alla grunnþjónustu og alla þjónustu all land. Við vitum það alveg. Við sem veljum okkur að búa á ákveðnum stöðum vitum að við þurfum að sækja opinbera þjónustu, ýmsa þjónustu eitthvað annað. Það liggur bara í hlutarins eðli. En þá þurfum við líka að fá þetta í lag. Almenningssamgöngukerfi hjá okkur ekki komið á þann stað sem við viljum hafa það. Við þurfum að hafa það í samfellu og samþætt og þá flugið í samhengi við flutninga á landi og fólksflutninga á landi og þetta þarf alltaf að vinna saman. Hvað það þá sem þarf að gerast inn í stjórnkerfinu til þess að þetta verði að veruleika? Það þá sem sagt að skilgreina innanlandsflug sem hluta af samgöngukerfinu? Já, það hluta þess sem þarf að gerast og það þarf að finna leiðirnar hvernig hvaða svæði ætlum við að marka, hverjir munu eiga ríkan kost á þessu eða rétt á því að fá þessa þjónustu. Það eru ákveðnir staðir sem eru
afskekktar en aðrir og erfiðar að komast til og frá. Ætlum við að meta það einhvern veginn, hvernig ætlum við að setja það í flokka eða hvernig ætlum við að gera það. En það, við förum að sjá fyrir endan á þeirri vinnu og það verður bara spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Af því að það er bara, raunin er svo að fólk notar flug afskaplega takmarkað. Eða of lítið í rauninni, sko. Innanlandsflugið, já. En síðan er það millilandaflugið, við þekkjum öll umræðuna Akureyri og Egilsstöðum, það er talað að það þurfa að dreifa ferðamönnum betur landið og svo framvegis. Er þetta meira bara í orði en ekki borði? Já, svona eins og dreifa ferðamönnum. Já. Nei, ég held að það megi nú ekki segja það. Það er skýr yfirlýsing og skýr stefna stjórnvalda að opna fleiri gáttir og hafa gáttirnar virkari hér til á Akureyri og Egilsstöðum. Það er bara mjög mikilvægt að við höfum það þannig og það verði fleiri alþjóðaflugvellir á landinu. Það er bara vinna sem þarf að vinna núna og er verið að vinna. Hvernig ætlum við að dreifa ferðamönnum? Ég kann það ekkert, sko, ég er ekki sérfræðingur í því. En þú sem formaður samgönguráðs, þið sem sagt komdu með penninginn? Já, ég meina, já, það er alltaf, það vantar pening og við náttúrulega fundum líka með fulltrúum ferðaþjónusturáðin og að því að sú, sko, atvinnugreinin er farin að vega svo þungt inn í hjá okkur, þá höfðum við alveg sérstakann fund með þeim sem ekki hefur verið gert áður og þar fengum við náttúrulega inn fullt af sjónarmiðum. Draumurinn er náttúrulega sá hjá mér, ég sé þetta svona allavega fyrir mér, að við erum komin með vegakerfið í lag, allt saman grunnendið, þá þurfum við að fara að hugsa svona hring hér, hring þar, hérna ætlum við að styrkja þetta svæði og þá getum við búið til eitthvað segul þarna á þessu svæði og svo framvegis. Kannski erum við að byrja á því eitthvað og það er bara gott. Förum úr einu í annað, svona eitt af því sem að mikið er talað svona á landsbyggðunum, það er skortur á rafmagni. Þú þekkir þá umræðu nokkuð vel? Já, ég þekki hana alveg ágætlega og það er afleitt og eiginlega alveg galin stað að við skulum búa við þetta eins og það er. Það er bara, já, það er stórfurðulegt að það skuli vera þannig. Hvaða umbætur sérð þú sem sagt, já, Landsnet hefur núna boðað og er að kynna áætlanir uppbyggingu og viðhald flutningskerfisins byggðalínunnar? Já, við þurfum náttúrulega að styrkja hana. Það liggur á ljóst fyrir. Það eru stórir kaflar hennar sem eru orðnir mjög gamlir og ekki hefur verið gert neitt í lengi og hérna einhvern veginn þurfum við að gera þetta og það verður bara spennandi að sjá þeirra tillögur núna. Finnst þér landsbyggðin, finnst þér hún hafa setið á hakanu hvað þetta varðar? Það var byggðalína fyrir þessum áratugum og svo bara punktur. Já, ég meina hún var náttúrulega byggð bara á þeim tíma og með þeim gildin sem voru þá og þeirri staðrætt sem fólk horfði framan í þá. En það er náttúrulega bara allt gjörbreytt núna og við höfum ekki fylgt því eftir og það er eiginlega alveg galið að við skulum vera í þessu landi þar sem við ekki höfum næga endurnægjanlega orku og getum beislað hana að við skulum búa við það að það séu fyrirtæki jafnvel að keyra sig á olíu. Það er samrýmist ekki umhverfissjónarmiðum. Sérðu fram á endurbætur í þessum efnum á allra næsta árum? Ég held að við stöndum bara fram fyrir því að það verði að gerast. Og við þurfum að ná sátt það eins og svo margt annað. Þú ert bóndi að upplagi. Staða sauðfjárbænda, tökum nokkur orðum stöðu sauðfjárbænda. Hún er náttúrulega ekki góð. En einhvern veginn þá eru nú allir farnir að heyja og að halda allir áfram og dásta fallegu lömbunum og hérna hefur náttúrulega verið einstakt vor og einstök tíð og góð búskapartíð. En staðan er vissulega ekki nógu góð og við þurfum að sjá meiri endurnýjun og við þurfum að sjá ungt fólk koma inn í stéttina. En hvaða umræða mun fara af stað eftir að þingi kemur aftur saman og svo framvegis? Er ekki ljóst að það þarf að gera eitthvað? Jú, það var náttúrulega gert eitthvað í fyrra, þannig að það var komið með stuðning þarna inn, en auðvitað þarf eitthvað meira og það er bara eins og ég segi, þetta við okkur vantar svona einhverja heildarsýn á það. Ætlum við ekki að hafa sauðfjárbúskap áfram í landinu? Erum við ekki öll sammála að lambakjötið er svo best í heimi eða hvað? Við erum bara nánast öll á því, held ég. Þannig að við getum verið stolt af þessar framleiðslu. Þetta er bara einstakt hráefni og hér skulum við vera að framleiða bara hreina matvöru og hafa gert það lengi og leyfum ekki lyfjagjöf og annað slíkt. Þau eigum bara að vera stolt af þessu og hvetja fólk til að fara í búskap en fólki þarf að sjá leiðir líka til þess og það er kannski bara orðið allt og dýrt að kaupa jarðir og hefja búskap. Hvað með bóndan Þórunni?
fyrirsláttur búinn? Nei, hann ekki búinn. Við erum rólegir í þessu, við erum orðin með svo fátt fé. Nú erum við að setja niður tré, við erum skógarbændur líka og svo nóg að gera þegar alþingismaðurinn er lítið heima, þá þarf að snyrta og slá og taka til og sinna heimilinu líka. Það þarf líka að gera það. Já, starfið þannig náttúrulega þú ert á ferð og flugi þá kjördæmið minnstakosti, hvort sem það sumar, vetur, hausti eða hvað? Já, og það skemmtilegt, það gaman að það svo mikið til að skemmtilegu fólki, jákvæð og uppbyggilegu sem líka til í að leiðbeina manni og gagnrýna og rýna til gagns. Það mjög mikilvægt. Þú talaðir áðan að fólk það svona, ég gerir nánast kröfu að þingmenn mæti á hitt og þetta. Það er vopnafjarðardagar og það humarhátíð og allt þetta. Það er bara að reikna með því að þið þingmennin þið svona látið sjá ykkur? Já, víða það gert, já. Og jafnvel tekið eftir því ef þið mætið ekki? Já, sumstar það, já, það þannig. En það líka skilningur á því að fólk veit til dæmis að ég hef ekki verið mikið heima í vetur og fólk sýnir því alveg skilning ef að ég vilji nú vera aðeins heima hjá mér líka. Þannig að það nú ekki alveg stanslaus krafa, en jú, vissulega hún til staðar. En það líka bara mikilvægt að vera heima og taka þátt í öllu og á sunnudaginn veri ég í Burstarfellsbænum í kalda búrinu að afgreiða það sem þarf að afgreiða eins og ég er búin að gera bara frá því að þetta hófst allt saman. Það breytist ekkert. Með þínu fólki? Já, með mínu fólki. Ég verð alltaf kvenfélagskona. Þórunn Egilsdóttir, þingmaður, þakka þér kærlega fyrir spjallið. Takk.